verður flutt leikritið með öðrum orðum. Svakamann á leikrit í svo mörgum þáttum að ég hef ekki töl á þeim. Ég hef svona rennilás á þeim í staðinn. Það er ómögulegt að vera alltaf að hneppa svona upp og niður. Verkfræðingum er ekki ráðlegt að hlusta á verkið nema að taka verkjatöflur. 11. og síðasti þáttur, áríðandi morðsending. Hvað? Er bara komið vitlaust veður? Hvernig stendur á því? Og hvað á að gerast í þessu þætti? Ég meina, það er alveg lágmark að maður fá að handrit í hendurnar áður en útsendingin byrjar. Fyrirgefðu, vinur, ég var svolítið seinn fyrir. Mikið var. Hér hefurðu handritið. Nei, menn það er alveg hundblautt. Hvernig ég verið að lesa þetta svona? Það er ekki mitt mál. Það er laust fyrir miðnætti. Já, alveg laflaust. Beljandi stormurinn hvín í krónum trjánna í garði sveitasetu síns gamla höfuðbóls. Mosagrónir marmarveggirnir leiftar veldingum og þrumugnýrin skekur myrkvaða gluggarúðurnar. Innan úr húsinu er ekkert lífsmark að sjá. Úti fyrir stórskortum eikardýrum stendur lágvaxin mannvera í auðsandi rigningunni og knýr dyra. Gott kvöld. Ég heiti Heimir Schnitzel. Gott kvöld, Heimir. Ég er James Þorsteinsson, ráðsmaðurinn hér í húsinu. Þín er beðið með óþreyju. Ráðsmaðurinn leiddi heiminu eftir löngum steinlögum göngum sem einungis voru upplýstir með kertaljósi. Fölir skuggar þeirra féllu á rykfallið gólfið. Rosalega er þetta stórt hús. Hver á það? Það kemur í ljós. Vá, þá er ég sko fegin. Hvað þá, herra minn? Þegar það kemur í ljós, mér finnst þetta myrkur nefnilega svo óhuggulegt. Það kemur í ljós miðnættið hver eigandinn er. Heyrðu, hvað er þetta? Þetta er gamall ættargripur, herra minn. Ættargripur? Já, ævafort kínverskur postulínsskjöldur, handmálaður og glerjaður með aðferð sem nú er löngu gleymd. Má ég sjá? Það eru aðeins 2 svona skildir til í öllum heiminum. Og nú er sem sagt aðeins 1 til í öllum heiminum. Það eru þessar dyr, herra minn. Dömur mínar og herrar, þá er síðasti gesturinn okkar kominn, herra Heimir Schnitzel. Sæll og blessaður Heimir og velkominn. Adolf talaði svo oft þig. Hvað Adolf? Hann Adolf frændi þinn auðvitað. Ég er Þuríður Schnitzel, ekkjan hans. Alltaf fær Adolf allt og ég ekki neitt. Hann verður alltaf átt miklu meira en ég og nú að hann með þessi ekki og ég ekki. Svona vínar. Hann fekk alltaf skemmtir á þessu dóti, ég fekk alltaf línapakka. Vínar? Förum nú ekki í hár saman? Í hár saman? Já, en hann er sköllóttur. Já, það er nú eitt. Hann fekk hárkollu, ég var búinn að vera sköllóttur síðan fermingu. Afsakaðu Heimir. Nei, mér er alveg saman, ég kann bara vel við sköllótta menn. Þetta er afabróðið þinn, Vínar Schnitzel. Hilsaðu frænda þínum, Vínar. Blessaður. Og þetta er sonur Adolfs af fyrra hjónabandi, Garðar Schnitzel. Blessaður Heimir, það er eitt sem þú gleymir, að hausinn á þér er eins og tómur geimur. Vertu kurteis, Garðar. Ekkert mál, lyftum skál, hefur hún nokkuð síðan Pál? Nei, ekki nýlega, en þú? Æ, taktu ekkert mark á honum, Heimir. Hann er skáld, þessi elska. Sæll vertu, Heimir. Ég er Kristín Kebab, mágkona Adolfs. Og þetta er dóttir mín af fyrra hjónabandi, Elinora Ragú. Ert þú Heimir Schnitzel? Já. Hvað mér finnst æðislegt að sjá þig. Ég hlusta alltaf á þú á bylginni. Hvað ertu að meina þetta? Hvað er þetta að pæla? Ertu með stæla? Ég þarf að skepa fram að æla. Nú er eitthvað flökur. Hann er bara að stríða þér, Heimir. Hann er langt á undan sinni samtíð. Enda fæddist hann fyrir tíman. Fæddist hann fyrir tíman? Já, en hann meinar ekkert með þessu. Garðar? Já. Var ekki óþægilegt að fæðast svona fyrir mokkan? Tíman. Já, ég meina það. Þegiðu Heimir. Býttu við. Þú minni mig á okkur sem ég þekki? Nú? Já, það er einhver sem segir oft svona, þegiðu Heimir, bara kemur ekki fyrir mig hver það er. Já, við byrjum við eitthvað. Svo ég hafi þessi nöfn á hreinu. Þú ert Þuríður. Nei, ég er Kristín. Þú ert Garðar. Nei, ég er Vínar. Þú ert Kristín, já. Nei, ég er James. Og þú ert Elinora. Nei, ég er Garðar. Og þú ert Vínar. Nei, ég er Elinora. Já, þá er ég mitt alltaf hreinu, sko. Vá, ég hef aldrei hitt svona margt fólk í einum þætti. Og eins og þið vitið er þetta Heimir Schnitzel, frændans Adolfs. Og einni viðbót. Hvar er hann? Það ert þú. Já, auðvitað. Ég er bara alveg rugglaður. Þú ert auðli, hættu þessu bauli. Má maður rugglast? Ég var að spögluna. Já, Heimir. Sko, ég var að spögluna. Hvar er Adolf? Hann er látin.
Ég skil. Hvert var hann látinn? Ha? Nei, ekki best að ég heilsu på hann líka fyrst ég byrjar á þessu? Segðu mér bara hvar hann var látinn. Heimir minn, hann Adolf Schnitzel, afabróðir þinn, dáinn. Þú veist væntanlega hvers vegna þú varst boðaður hingað. Nei, ég kem af fjöllum. Það? Já, hlustaðu ekki á síðasta þátt. Þá vorum við Harry upp á fjöllum. Herra Heimir, við erum hér saman komin til að hlýða á erfðaskrá Adolfs heitins Schnitzels. Hér eru saman komnir allir eftirlifandi ættingjar hans og svo ég, ráðsmaðurinn hans. Adolf heitinn fól mér að kalla ykkur öll saman að sér látnum. Ég hér með hljóðupptöku af rödd hans þar sem hann les hinstu skilaboð sín hérna megin grafar. Hérna megin? Þegiðu Heimir. Býtum við, þetta minnir mig á okkur. Hver getur það verið? Það er einhver sem alltaf að segja. Þegiðu. Já, einmitt, svona. Og nú set ég hér á tækið þessa segulbandsupptöku sem ég hef undir höndum. Hefur hann undir höndum? Er það ekki svitalegt af hann? Hvað, ég var nú bara svona spöklana. Hvað þetta er spennandi. Finnst þér það ekki, mamma? Vertu stilt, bot. Já, svona drífðu þið, maður. Dómur mínar og herrar, eru þið reiðubúin að hlýða á rödd þess látna? Já, James, við erum tilbúin. Gjörið þið svo vel. Komiði sæl, elskurnar mínar. Blessaður. Hvað, má maður heilsa? Þá er loksins komið að því sem þið hefðið eflaust öll beðið lengi með öndina í hálsinu. Ekki ég með önd í hálsinum. Ég sem sagt loksins dauður. Og nú eru hræfuglarnir mættir til að skipta hringnum, ekki satt. Ég ekki að láta ykkur bíða lengur. Það var eins gott, hot. En mér þykir ekki ólíklegt að erfðaskráin kom ykkur svolítið á óvart, mín elskulegur. Bróðir minn elskulegur, Vínar Schnitzel. Þú hefur alltaf höfundað mig að kjötþiðnaðarstöðinu minni sem gerði Adolf Schnitzel að konungi unninna kjötvara. Nú, framleita kjötvari? Og til þess að þú fáir sömu tækifæri og ég fékk á sínum tíma, þá arfleði ég þig að úrbeiningarnýfnum mínum. Þú finnur hann í efstu skúffunni í eldhússkapnum. Bölvaður svíðingurinn. Stiltu þig, Vínar. Og svo er það mín hjartfólgna mákona, Kristín Kebab. Nú, hann hefur þú munað eftir mér. Þú hefur alltaf haldið því fram að þú standir hvaða karlmanni á sporði í hverju sem er og að þú getur gert allt sem karlmenn geta. Ég hefði nú haldið það. Og þess vegna færð þú gömlu rakvélina mína svo þú getur loksins að raka það þér yfir skeggið. Þessi ruddi. Og frænka mín heitt elskuð, hún Elenóra, Hvað ég er spennt. sem brestur í grát yfir öllu sem upp á kemur. Þú færð vasaklútasafnið mitt, 300 vasaklútar frá ýmsum löndum. Hvað ég er svegt. Og þá er það ráðsmaðurinn minn, hann James, sem þjónaði mér af stakri trúmennsku alla tíð. Hann fær kassana 50 ára gamla konjakinu mínu. Hvað þá? Sem hann er reyndar búinn með. En hér með telst hann sem sagt ekki hafa stolið því. Sonur minn, Garðar Schnitzel, Og þá fyrir hefði verið, áfram með spjörið. sem lætur sig dreyma að verða listamaður, hann erfir nóg af listum. Alla afgangsloftlista og kvekklista í bílskúrnum. Gamli skúrkur, þú ert fyrirgefið eitthvað sem ríma við skúrkur. Já, gúrkur. Þuríður, ástkær eiginkona mín. Ég ánafna þér kínverska postulínskjöldin sem hangir í salnum frammi. Nú, já, ég get selt hann fyrir formúu. Ég myndi ekki reiða mig á það í yðar sporum, frú. Það er ekki til nema 2 svona skildir í öllum heiminum. Nei, bara einn. Að lokum er það frændi minn, Heimir Schnitzel. Já, blessaður. Heimir minn, Já. þú hefur alltaf verið ættinni til sóma. Nú, Þú manst eflaust ekki eftir honum Adolf gamla frænda, en ég man vel eftir þér frá því að þú varst smá tittur. já, en ég er smá tittur ennþá. Upp á tækin hjá þér, drengur. Ég man alltaf þegar þú hertir lími í rúmið mitt og ég var rúmfastur í heila viku. Rúmfastur? Ég er það sem við gátum hlegið að prakkaraskapnum í þér. Þess vegna hef ég ákveðið að þú erfir allar eigur mínar fyrir utan þær sem ég hef ánafnað öðrum. Þú erfir þetta sveitasetur og þar að auki öll fyrirtæki mín. Kjötþiðnaðarstöðina hjá Schnitzel, teygjubuxnagerðina,
sokkapreltsmiðjuna og réttingaverstaðið rétt úr kútnum sem sérhæfir sig í að rétta hljóðkúta. Ég hef aldrei vitað aðra eins ósvífni. Nei, tveir. Tveir? Bíðið hæg. Það ekki allt búið enn. Þetta fyrsta útgáfa af erfðaskránni, en henni fylgja ákveðin skilyrði. Ykkur öllum gert að dveljast hér að höfuðbóli í 2 sólarhringa í viðbót. Og ef svo færi að Heimir frændi minn andaðist innan þessara 2 sólarhringa, hvort sem af eðlilegum eða óeðlilegum orsökum, skiptist arfurinn jafnt á milli allra eftirlifandi ættingja minna. Nú brosti kæfan. Kæfan? Hvað þetta? Áttu við að vera kæfan? Má ég sjá? Ég skil þetta ekki. Hvað þetta maður? Þetta á auðvitað að vera gæfan. Ó, ég skil. Þú verður nú aðeins að reyna að hugsa líka. Maður getur nú mislesið. Nú brosti gæfan við Heimi félag okkar. Eða var það? Við náttverðaborðið síðar kvöldið var loftið lævi blandið. Þetta gengur ekki, Vínar. Við verðum að gera eitthvað í þessu. Það satt, Kristín. Ég ekki Kristín, ég Þuríður. Nú, hvernig á bara að þekka ykkur í sundur? Þið eru báðar leiknar á kallmönnum. Elenóra. Já, mamma. Reyndu að koma þér í mjúkin hjá Heimi frændaðinum. Ég skal reyna, mamma. Guð Heimir, ég var alltaf eins og hrifin af þér. En það segja satt, Garðar? Ég Elenóra. Já, fyrirgefðu. Heldur þú verður ekki einmann í þessu stóra húsi? Ég veit það ekki. Hefur þér aldrei dottið í hug að fá þig konu? Fá mig konu? Já. Já, nei, við Harry fáum okkur stundum fiskisúpu, en aldrei konu. Hefur þér aldrei verið við kvenmann kendur? Nei, ég drekk ekki. Hæ? Nei, ég hef aldrei verið kendur. Herra Heimir, það má víst ekki bjóða yður að smakka vínið. Akkur má það ekki? Ég á við hvort viljið smakka það. Nei, ég smakka það ekki. Hvað, smá dreitill ætti ekki að saka? Já, nei, takk. Ekkert að haka, ég skal smakka. Nei, herra Garðar, ég krefst þess að Heimir smakki borðvínið. Látt ekki svona gamlugur, komdu við bokkuna. Nei, Þetta ágættur skambrið, James. Það bara, já, þetta hvað að ske? Það ekki alltaf nægir, Garðar minn. En ég heiti Heimir. Ég að deyja. Ertu að fara að heyja? Nei, ekki núna. Guð minn góður, hann dáinn. Ég hef alltaf sagt þetta. Áfengi heilsuspillandi. Já, vínið hefur verið eitrað. Ertu að meina þetta, Kristín? Ég heiti Vínar Heimir. Þá fyrirgefðu Vínar Heimir. Guð, haltu utan mig Heimir. Af hverju? Það er svo hrætt. Við erum öll hrætt, Elenóra. Já, komið það bara öll hingað. Ég skal halda utan ykkur. Við verðum að kalla á lögregluna. Ok, kallum það öll í einu, svo hann heyri í okkur. 1, 2 og... það verður ekki kallað á lögregluna, gott fólk. Hvað? Það voru ströng fyrirmæli frá Adolf sáluga að engin óviðkomandi fengið að koma hingað inn í húsið þessa 2 sólarhringa sem þið dveljist hér. Þegar náttverðurinn hafði verið snæddur, héldu erfingjarnir hver til síns herbergis. En á göngum sveitasetursins stakk fólk saman nefjum. Vínar þó. Getum við ekki stungið saman nefjum á þess að nefbrjóta okkur? Fyrirgefðu Þuríður. Við verðum að taka eitthvað til bragðs. Annars yfir fíflinan Heimir allt saman. Það þó bát í máli að nú skiptist arfurinn í færri hluta þegar hann dauður. Og því að Garðar geispaði golunni. Hann kemur Heimir. Heimir minn, hérna herbergi sem þú átt að sofa í nótt. Lét James þig ekki fá lykil? Jú, hann er hérna. Já. Þetta byrju, nei. Hann er ekki hér. Ég er líklega búin að tína honum bara. Hvaða vesen, lagsmaður? Lagsmaður? Ég er ekki lagsmaður. Hvað? Nei, miklu meiri selungsmaður. Fer ekki nefn einstöku sinnum í lags. Þetta gerir ekkert til, Heimir. Nei, en ég hef bara gaman að sleppa í veiði. Ég er hérna með varalykil. Varalykil? Já. Það þarf ekkert að opna vararnir á mér. Mér ætla bara lykil að herbergi. Já, ég er með hann. Ég skal opna fyrir þig, svona vinur. Ég fæ straum. Hvað er að gera, Þuríður? Já, nei, ég heiti Heimir. Ég var ekki að tala við þig, fíflið þitt. Nú fyrirgefðu. Ég fæ straum. Það færðu straum? Já. Sælustraum? Nei. Stórstraum? Nei. Golfstraum? Nei. Og hvað þá? Rafstraum. Ég skil. Hún dáin. Aumingja Elenóra. Þetta ekki Elenóra, þetta Þuríður. Sæl Þuríður. Á meðan þessu fór fram,
satt Harry Rögnvalds, einkaspæjari, einn á skrifstofu sinni. Það var mikið. Ég var farin að halda að ég fengi ekki að vera með í þessum þætti. Þá hringdi síminn. Harry greip tólið. Nei, símtólið, fíflið þitt. Fyrirgefðu. Harry og Heimir, einkaspæjarar. Já, þetta þú, Harry? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Já, þetta Heimir? Nei, þetta Harry. Nú það, er Heimir það? Nei, Heimir á sveitasetrinu Höfuðbóli með ættingum sínum. Já, nei, ég þar. Nú já, og hver þú? Varstu ekki að segja að ég væri Harry? Nei, ég Harry. Nú ert þú Harry? Já. En hver þetta ég sé þá? Þetta Heimir? Já, ég hélt það, en það bara svo marga persónur í þessum þætti að ég alveg rugglar í þessum nöfnum. Er það Harry? Já. Og það eitthvað rosalega dularfullt að gera hérna á Höfuðbóli. Nú? Já, fengu til dæmis enga fiskisúpu í kvöldmatinn. Hvað er svona dularfullt við það? Já, veist að það er alltaf étin fiskisúpa í þessum þáttum. Ég skil. Eitthvað fleira? Já, svo er líka búið að fremja 2 morð hérna. Hvað segirðu? Ég segi bara allt ágætt fyrir utan þetta. 2 morð? Já. Eitt í viðbót, Harry. Já, Heimir. Núna, maður að ráðast á mig með hníf. Hvað er þetta að segja, Heimir? Er sambandi eitthvað slæmt? Ég er að segja... Og hvaða maður er þetta? Ég sé það ekki. Alveg pokað yfir hausnum. Viltu fá að tala við hann? Harry! Halló, Heimir, er allt í lagi með þig? Heimir! Það er vitlaus maður. Gæti meitt einhvern með þessu hníf. Svo er þetta líka úrbeiningarhnífur. Hvað þarf að úrbeina mig eða hvað? Nei, ekki. Já, þarna sérðu. Sérðu, það er stór hættulegt að leika sig með hnífa. Já, nú er ekki búin að skera þig í hendina. Já, hættu nú áður og meiðir þig meira. Hvað er þetta að gera maður? Þú búin að króa mig af upp í dyrnar. Heimir! Passaðu þig! Þannig að sérðu, ég viss á myndir með ykkur. Hvað? Er hann farinn? Hann hljóp fram á gang. Er allt í lagi með þig fyrir? Kristín. Nei, ég heiti Heimir. Ég heiti Kristín. Já, komdu sæl. Hann stakk mig. Ég er ræðilega illa leikinn. Það segirðu satt. Það hefði þurft að leika þig miklu betur. Ég kom hingað til að færa þér skilaboð. Gjörðu svo vel. Já, takk. Elsku Heimir, hittu mig niður í kjallara. Þín Elinóra. Elinóra? Hver var það nú aftur? Heimir lagði nú leið sína niður í dimman og reykfallinn kjallarann. Kongolofi yfir héngu eins og þykk gluggatjöld úr hverju skoti. Í þröngri geymsluskonsu innst í kjallaranum beið Elinóra eftir honum. Á Heimir. Sæl, Elinóra. Hvað? Þú manst bara hvað ég heiti? Já, þetta er alltaf verða miklu einfaldara núna. Personunum í þessu reykjandi hefur fækkað svo mikið. Haltu utan mig, Heimir. Ok. Þú har aldrei verið giftur, Heimir. Nei. Þá er eitt svo líklega aldrei prófað. Hvað er það? Þú verður að prófa það, Heimir. Það er svo gott. Fyndu. Já. Finnst þér þetta ekki æðislegt? Jú. Á, ég halda áfram. Já. Ó, Heimir, þetta er svo gott. Finnst þér þetta líka gott? Já, meira, meira. Já, meira. Hvað er þetta eiginlega? Rabarbarasulta. Svona getur þið fengið á hverjum degi ef þú væri giftur. Ertu að meina þetta? Meira? Já, komdu með mér upp í herbergið mitt. Áttu meiri sultu þar? Á meðan, annar staðar í húsinu. Hver er þar? Hver er þetta? Þetta er bara ég, James. Nú er þetta bara sér, herra Vínar. Já. Hvað er að sjá eftir höndina? Það blæðir úr henni. Já, ég skar mig á úrbeiningarhnífnum mínum. Hvað þá? Já, maður verður að reyna að nota arf en ekki satt. Ég ætla bara ekki að vera ná klósett, James. Því miður er salerni hér á ganginum í ólagi, herra Vínar. Nú. En ég sé að það er opið inn til herra Heimis. Þér getur notað snirtinguna þar. Já, ég geri það, James. Hvað er að vera? Fröken Elinóra, hvað er að vera? Heimir, James, það er maðurinn að komast inn í gluggann. Hvað glugga? Þennan þarna. Heimir, hlaupa mér inn! Maðurinn er óður, við erum upp á 3. hæð. Hlaupiði mér inn! Þetta er bara Harry, félagi minn.
Ertu bara rólegur, Harry minn? Ég skal opna. Farið þér varlega, herra Heimir. Þetta ekkert mál. Glugginn bara eitthvað stífur. Nei, Heimir. Þannig að láttu ekki svo. Nei. Þetta bara hann Harry. Nei. Æ. Það var einmitt þetta sem ég var að reyna að segja þér. Glugginn opnast út. Hvað var þetta? Guð minn góður, herra Vínar. Nei, ég heiti Heimir. Herra Vínar var inn á snirtingunni í herberginu þar, herra Heimir, og sprengingin kom þaðan. Vá, sá hefur verið slæmur í maganum. Herra Vínar, hvað gerðist eiginlega? Ég togaði bara í keðjuna til að sturta niður. Já, hérna. Það hefur einhver tengt sprengu við hana. Já, hérna. Og hérna líka. James. Já, herra Vínar. Ég arfleiði þig að úrbeiningarhnífnum mínum. Hann það eina sem ég á. Gjörðu svo vel. Eitthvað kannast ég við hennar hníf. Kemur nú bara ekki fyrir mig. Æ, þegiðu, Heimir. Já, það minnir mig á það. Við þurfum aðtúa hvort að Harry ekki í lagi. Þegar Harry hafði jafnað sig eftir byltuna sem hann hafði fengið skýrði Heimir honum frá atburðum næturinnar. Ég skil. Það? Málið í rauninni sára einfalt, Heimir. Og það má eiginlega segja að það sé á lokastígi. Lokastígi? Þú meina lokastíg? Ha? Við erum ekki á lokastíg, Harry. Við erum... Þegiðu, Heimir. Já, nú mann ég á hvernig það myndum. Sjáðu til. Já, hvert á ljósið? Ha? Já, svo ég sjáu til. Málið liggur ljóst fyrir utan eitt lítið smáatriði. Við vitum fyrir víst að hér hefur geðveikur morðingi verið að verki. Já. Við vitum fyrir víst að hann hefur þegar framið 4 hroðaleg morð. Og við vitum fyrir víst að hann á eftir að reyna að fremja fleiri. Já, en hver þá morðinginn, Harry? Það einmitt þetta litla smáatriði sem liggur ekki ljóst fyrir. En hvað gerum við þá, Harry? Við beitum sálfræðinni. Við látum morðingjan koma upp sig sjálfan. Kallaðu James og Eleanoru hingað inn. Guð, ert þú Harry Rögnvalds? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Hvað mér finnst æðislegt að sjá þig. Harry, James kemur ekki hingað inn. Ég skil. Þá liggur þetta ljóst fyrir. Það James sem morðinginn. Segðu honum að leiknum sé lokið. Leiknum lokið, James? Segðu honum að við vitum allt. Við vitum allt, James. Segðu honum að koma sér hingað inn í kvelli. Já, komdur inn í kvelli, James. Það þýðir ekki, Harry. Hann kemur ekki. Hvers vegna ekki? Af því hann dauður. Aha. Og þar með málið leyst. Leiknum lokið, Eleanora. Hvað áttu við, Harry? Við vitum fyrir víst að morðinginn ætlaði sér að stytta Heimi aldur. Þú meina að stytta mér stundir? Hann ætlaði sér að koma honum fyrir kattarnef til að hreppa sjálfur arfinn eftir Adolf Schnitzel. En til þess að vera vissum að njóta hans einn, þurfti hann líka að koma öllum öðrum erfingjum fyrir kattarnef. Nú hefur það tekist. Og þess vegna hlýtur þú að vera morðinginn, Eleanora. Akkur heldurðu það, Harry? Af því að hún svo eina sem eftir lifandi fíflið þitt. Skarplega athugað, Harry, en ekki alveg rétt. Hver þú? Ég Adolf Schnitzel. Adolf frændi, en þú ert dáinn. Sýnist þér það? Og ekki aldeilis. Ég hef aldrei verið hressari. Nú ég alveg hættur að botna í þessu. Ertu hættur að botna, Harry? Já. Komdu að mér fyrirpart. Ég skal reyna að botna. Þegiðu, Heimir. Ok. Ó nei, ég ekki dauður og hef aldrei verið. Ég kom því bara þannig fyrir með aðstoð læknisins míns að ættingjar mínir héldu að ég væri dauður. Síðan lét ég boð út ganga að erfðaskráin yrði lesin upp í gærkvöldi. Ég þekki Schnitzel-ættina nógu vel til þess að vita að hún sætti sig ekki við erfðaskrána eins hún var. Ég ætlaðist reyndar aldrei til þess að allir ættingjar mínir sett upp tærnar. En ég get ekki sagt að það siggi mig svo mjög þó að svo færi. Nei, það var bara ástirmiðan Heimir sem ég vildi losna við. Heimir? Varstu að kalla mig, Harry? Ó já, förum nánar út í það á eftir. En fyrst skal ég segja ykkur hvernig þetta gekk allt saman fyrir sig. Fyrst hrökk fífliðan Garðar upp af. Það var eitrað vín sem hann drakk. Vínið var reyndar ætlað Heimi og það var James sem hafði komið í flöskuna. Ég skil. Svo James var með þér í þessu? Ó nei, svo var það Þuríður sem fékk raflost.
En það var Kristín sem hafði tengt rafmagn í hurðarskrána. Ég skil. Henni var illa við Þuríði. Ekki aldeilis. Hún ætlaði líka að kála Heimi. Næst réðist Vínar á Heimi með hníf og ætlaði að stút honum. En var svo óheppin að stinga Kristínu í staðinn. Í staðinn? Meðan stakk hann í magann. Og svo var það Vínar sem tók flugið. Hann hafði reyndar alla tíð gengið frekar sóðalega baðherbergin en fyrr mátti nú vera. Og hver var það þá sem hafði tengt sprengjuna? Það var Garðar. Hann laumaðist upp í herbergið hans Heimis fyrr kvöldið og kom henni fyrir. Og þá bara eitt morð eftir. Nú? Já. Hver var það sem drap James? James? Hann var ekki drepinn. Hvað segirðu? Ó nei, hann dó úr leiðindum yfir þessu leikriti. Og þá ég komin að ástæðunni fyrir þessu öllu saman. Já, hvers vegna varstu að þessu? Af hverju vildirðu losna við Heimi frænda þinn? Harst að spyrja því. Heimir. Varstu að kalla mig? Heimir Snitsel. Þú voru alla tíð verið ættinni til skammar. Þú varst algjörlega óþolandi sem barn. Þú varst sá mesti óþverri og viðbjóðslegasta skrimsli í barnsmynd sem ég nokkuð tíma kynnst. Já, en manstu ekki þegar ég hellti lími í rúmið? Og ég var rúmfastur í heila viku. Myndum við ekki á það, dreng djöfull. En þegar þið félagarnir komið til skjalana, þá keyrði þverbak. Þverbak? Herri, við höfum aldrei keyrt þverbak, eða? Við höfum einu sinni keyrt hvalbak. Þegiðu, Heimir. Ok. Þegar þessi ósköp dundu yfir, þá var mér sko nóg boðið. Hvað ósköp? Þetta leikrit á bylgjunni. Hvernig haldið þið að sé að þurfa að hlusta á ættingin sinn, gera sig að fífli á öldum ljósvakans í hverju einustu viku? Hvaða álit haldið að fólk fái á Snitselættinni? Heimir, þú hlýtur að hafa minnsta heila í Heimi. Minnsta heila í Heimi? Það bara einn heili í Heimi. Það bara einn heili í mér. Þið skilji nú að ég setti minn eigin dauða á svið. Og síðan gerði ég Heimi að einkaerfingja mínum, vitandi það að aðrir ættingjar myndi ekki sætta sig við það, heldur reyna kálunum. En líklega verði ég að sjá það sjálfur eftir allt saman. Nú get ég líka óhrættur gefið mig fram. Ég læt líta svo út að einhverjum af hinum hafi tekist að drepa Heimi. Og það létt verk að eyðileggja erfðaskrána. Það verða sem sagt ekki til neinar sannanir að Adolf Snitsel hafi nokkuð tíma verið álitinn dauður. Bölvaður skúrkurinn. Hugsið ykkur, laus við alla ættingja. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af að peningarnir mínir lendi hjá þessu pakki. Og Harry og Heimir verða líka fljótlega úr sögunni. Þú ert ekki laus við alla erfingja ennþá? Nú? Hvað með Elenóru? Mig? Elenóru? Heyrðirðu þetta, Elenóra? Taktu að þér hárkolluna. Svona! En þetta er sögumadurinn. Einmitt. Nú skil ég ekki. Og ekki fyrsta sinn, Harry minn. Ég hef aldrei þolað þetta leikrit. Og það hefur lengi verið minn stærsti draumur að koma ykkur kumpánunum fyrir Katanef. En það er sama hvað ég hef reynt. Þið hefur alltaf snúið ykkur út úr því. Þess vegna gekk ég í lið með honum, Adolf. Og í þetta sinn skuluðu ekki sleppa. Skál, Adolf! Skál, félagi. Hvað er þetta? Það er eitthvað gruggt við þetta vín. Það var svo sem eftir þessum höfundum að leysa málið á svona billegan hátt. Þeir hafa látið okkur drekka vínið sem James eitraði. Að við skulum ekki skammast sín. Nú deyjum við líka. Nei, býtum við. Ég á eftir að lesa einn kafli í bót. Ég fengi tónlist, takk. Skömmu síðar á skrifstofu Harrys og Heimis. Jæja, Heimir. Þá ert þú orðinn ríkur. Já, Harry. Sko, ég var að spöglura. Já, Heimir. Sko, ég var að spöglura í því, Harry. Já. Fyrst ekki ég er orðinn svona ríkur. Já, Heimir. Sko, þannig að þá getum við alveg hætt á bylgjunni. Ég skil, Heimir. Hugsaði bara, við getum bara hætt að leggja okkur í alls konar lífshættu á hverjum sunnudegi. Einmitt. Og við getum hætt að éta fiskisúpu í öll mál. Akkúrat. Og þú getur hætt að segja mér að þegja.
Já. Þetta verður sem sagt síðasti þátturinn, Heimir. Síðasti þátturinn? Já. Já, það getur ekki verið. Hvað, hvernig segir það? Já, því mér finnst hann ekkert sérstaklega síður. Það rétt nærmi niður á hné. Hljóta að vera til síðari þættir en þessi. Æ, þegiðu, Heimir. Alveg datt mér í hug á myndi segja þetta. Ég nú svo aldeilis hissa á ykkur, strákar. Hvað? Nú, ég verð þá bara afkynna þáttinn. Hvað ég er ekki með neina pappíra. Já, ég segi bara eitthvað. Já. Flutt var Svakamáluleikritið með öðrum